Já, sæll Guðmundur og velkomin til starfa sem forseti hugvísindasviðs. Ég hérna laus undan þessu oki, en hvernig líst þér á að hafa axlað þessa byrði? Þetta mjög spennandi og að mörgu leyti svona kannski svolítið ókveikjandi. Þetta stórt svið og þetta mjög mikilvægt svið í bæði í Háskóla Íslands og í íslensku samfélagi. En ég nýt þess að taka við góðu búi og aðstæður eru talsvert ólíkar því sem voru þegar þú tókst við, eða sérstaklega nokkru síðar, þar sem að sviðið gekk gegnum mjög mikla hreyfingar eins og Háskóla Íslands á þínum fyrstu vikum. En að mörgu leyti hafa þessi ár sem að núna undan genginu þetta verið svona mótunarár, ekki einungis þá þessa sviðs, heldur að mörgu leyti þess hvernig við eiginlega lítum á og skiljum hugtakið hugvísindi. Af því að hugvísindasvið og einhvern hátt festir í huga okkar hvað eru hugvísindi, og þess vegna langar mér svona aðeins að kannski framhalda þess að spyrja þig af því hvernig þú hefur hugsað þér og hvernig þú hefur séð fyrir þér að þessi svona þetta svið eins og það skilgreint, það var til, að það var ekkert endilega mjög fast ákveðið hvernig þetta svið var til, hvaða greinum myndu tilheyra því. Á hvað þátt finnst þér að þessi svona landamæri og þessar skilgreiningar sem eru dregnar með 2008 og í kringum þá þessa uppstokkun á skipulagi háskóla sem verður þegar sviðin eru stofnuð og sviðsfórstandi til, á hvað þátt finnst þér hafa reynst vel, á hvað þátt finnst þér að mætti kannski gera það öðruvísi, og á hvað þátt finnst þér að þessi landamæri séu kannski hindrun? Já, þetta hérna stór spurning og þetta hef ég þurft að glíma við hana beinlínis bara í starfinu, og það alveg merkilegt að maður hugsar aftur til þessa árs 2008 þegar þetta var í mótun framan á árinu. Þá vissi maður ekki alveg, það voru svo margir boltar á lofti og menn voru svo mikið að ræða saman og það var beinlínis verið að endurhanna háskólann, en það var ekki, og verið að draga línur og færa þær til og prófa sig áfram, og spurningin var hversu mörg svið verða eiga verið í skólanum, hversu margar deildir á hverju svið, og þetta var sjálfsög mjög spennandi tími. Niðurstaðan varð svo að gamla hugvísindadeildin, henni var skipt í þrennt, og þannig urðu til alveg nýjar deildir 3 ár, og svo kom guðfræði- og trúarbragðafræðideild inn í þetta, og þannig að þetta var mjög sérstakt. Það var hins vegar alveg ljóst að það voru greinar sem að mér og fleirum fannst þá að ættu heima innan hugvísinda, og greinar eins og þjóðfræði og síðar náttúrulega kom safnafræðin þarna inn sem á félagsvísindasvið, og þessar greinar eru þar ennþá, og þetta eins og þú veist náttúrulega, þetta misjafnt hvar línunar eru dregnar. Mannfræði stundum innan hugvísinda, sálfræðin meira að segja, en það kann sömuleyti skiljanlegt út frá sálfræðin eins og hún hér að það skuli vera á heilbrigðisvísindasviði. Þetta misjafnt, en mín fyrstu viðbrögð voru að það væri jákvætt fyrir hugvísindin að vera mynda alveg sérstakt svið, og ég held að það hefði unnist vel úr því, og það náttúrulega eitt meginverkefni mitt og var að mynda heild úr þessu, og ég náttúrulega kannski ætti ekki sjálfur að vera dómari þeirri sök, en mér fannst bara, og það hefur alls ekkert allt gengið upp eins og ég kannski hefði viljað, en það, ég veit að guðfræði- og trúarbragðafræðideild, hún var svona kannski óttaðist að einhver gömul stór deild ætti að vera að fara að gleypa hana, en ég held að hún sé mjög sátt við sinn hlut. Hún ein af 4 deildum sviðsins, og það hefur myndast bara mjög virk tengsl við aðrar deildir, en þetta eilítið vandamál, og það er svona ákveðin vandamál innan sviðsins sem eru þó ekki mikil miðað við vandamáli sem hljótast af sviðamörkunum, og það nokkuð sem ég veit að þú þegar farin að fá smjörþeimin af að það að koma fjármálin inn í þetta og stýra í raun og veru of miklu í okkar akademísku hugsun. Mér finnst að okkur hafi tekist innan hugvísindana, innan hugvísindasviðs, að koma í veg fyrir það með því að reka hugvísindin sameiginlega.
Það bara, það er alveg miðlæg stjórn sem sagt í fjármálum á sviðinu og við hugsum sviðið sem heild. Og ég vona að þessi hugsun hafi svona náð að festa rætur, því að mér finnst svo mikilvægt að við séum samfélag. Að hugvísindin hvar nákvæmlega sem landamæri liggja séu samfélag. Ég tek undir það sem þú sagðir að ég lít svo á að það starf sem framfer undir merkjum hugvísinda er alveg gríðarlega mikilvægt. En það er til fólk sem að telur þetta hins vegar vera jaðarfyrirbæri. Og mér finnst við lifum svolítið í þessari spennu að vera svið sem að við teljum að hafi alveg lykilhlutverk menningarlega en frá öðrum sjónarhóli erum við ekki að framleiða eitthvað fyrir atvinnulífið á neitt svona augljósan beinan hátt. Við virðumst ekki að hafa þetta praktíska gildi og það er þetta sem er verið að glíma við held ég núna víða veröld. Sums staðar jafnvel verið að ýta hugvísindanum út af því að netjagildi þykir ekki nógu mikið. Já, ég held sko ef ég horfi á þetta frá mínum bæjardyrum þá held ég, og þetta verður eitt af því sem að verður svona mitt hvað maður segja, viðfangsefni. Að það er ekki sko í sjálfu sér að verja hugvísindinni. Ég held að allir sem eru í varnarbaráttu, þó svo varnarbarátta sé mikilvæga, það vill oft verða þannig að þeir eru að reyna að verja eitthvað sem að þeir hafa í staðinn fyrir að reyna að sjá ný tækifæri sem opnast. Ég held sem miklu frekar það að reyna út frá þeim tækjum sem við höfum sem hugvísindamenn að sýna fram á það og raunverulega að festa þá hugsun í sessi að margan hátt er hugvísindin hagnýting eða hagnýtni hugvísindina felst ekki síst í þeirri gagnrýnu hugsun sem þau standa fyrir, sem ég held að séu að margan hátt grundvallar þáttur í því samfélagi sem við búum í að svo menning sem að vestræn samfélags hafa raunverulega byggt upp og byggja á, eiga sér langar sögu, að svo menning er það sem að gera það verkum að Vesturlönd eru það aðdráttarafl sem að dreifa til sín fólk vegna þeirra lífsgæða sem fólk býr við og þeirra svona tiltölulega jöfnu skiptinga lífsgæðina sem ég held að þessi vestrænum samfélag byggja á, sérstaklega hér kannski í Evrópu. Þannig að ég held að hugvísindin hafi leikið hann alveg gríðarlegt mikilvægt hlutverk og ef þetta hlutverk, menn þurfa að gera sér grein fyrir því að ef að þessu verður fórnað, að þá erum við leið að fórna einhverjum sem að fólk telur að séu líkil þáttur í því að líf þeirra sé þess virði að sé lifa. Já, ég getur gjarna tekið undir þetta og þú nefndir hérna sögulegt gildi þá held ég að sagnfræðin sem þitt svið sé gott dæmi það að hún býr ekki til eitthvað sem er bara selt síðan næsta dag á markaðstorgi en sögulegu skilningur er hins vegar feikilega mikilvægur fyrir öll samfélög og það sama myndi ég að segja eftir við um tungumálið. Já. Og náttúrulega hinn ýmsu þætti menningarinn, bókmenntir, listir og svona þess. Og það er athyglisvert að þú nálgast þetta svona vegna þess að síðasta sviðstinginu, þetta minni stjórnarinn mitt rætt gildi og gagnsemi hugvísinda og einmitt það að við ættum ekki að vera í varnarstöðu heldur ættum við að vera helst skrefin og undan og stýra umræðinni. Og ég held að við þurfum að einbeita okkur að því. Núna erum við svolítið búin að átta okkur á því, búin að búa þetta svið til, en það er kannski mitt sóknarbarátta kannski, sem að þarf að eiga sér stað núna og það var ágætis umræða á þessu þingjum það að við þyrftum að halda okkur svona á jörðinni og sýna fram á að í raun og veru hverjir hennar beinu tengingar hugvísindana eru við lífið sem við lifum. Og ég held að þetta sé í sjálfu sér sko mörguleiti bara grundvallar vandi háskólastarfs yfir höfuð. Er það að við, og sérstaklega kannski háskólastarfs á Íslandi
sem vandasamt, þetta lítið samfélag og við getum ekki gert allt sem okkur langar til að gera. Við kennum ekki á hugvitssviði allir tungumál sem við teljum að þyrfti að kenna hér og væri mjög gagnlegt að kenna. Við getum það einfaldlega ekki, við höfum einfaldlega ekki nóg margt hvorki fólk til að kenna það en nemendur til að læra það. En á margan hátt þá hlýtur stofnun eins og Háskóli Íslands sem svona lykilstofnun í samfélaginu, hún þarf einhvern veginn að sanna sína tilveru í samskiptum við það samfélag sem hún býr í og það svona kannski þessi fílabeinsturns hugsun sem við stundum lendum í að ef við leggjum of mikla áherslu á hana þá gleymum við stundum að þeir sem raunverulega kosta þær rannsóknir og það mikla starf sem fer fram hér í þessari stofnun, hvort sem það er á hugvísindasviði eða öðrum sviðum skólans, eru íslenskir skattgreiðendur fyrst og fremst. Þeir eru þeir sem að halda þessari stofnun uppi og ef við sannfærum þá ekki, að þetta sé starf sem þess virða sé unnið, að þá eigum við ekki þess skilið að njóta þeirra fjárveitingar sem við njótum. Við hvertum oft yfir í þessu litlar, en þær eru þó þær sem þær eru og það vegna þess að það þá vilji hjá þeim sem að vinna hörðum höndum að greiða skatta til þess að þessi skattar renni hingað. Þannig ég held að þetta sé einhvern veginn eitthvað sem við megum aldrei gleyma og ég held að hugvísindasvið hafi nú reyndar staðið sem ég vel í þeim efnum. Við höfum gert það mjög ákveðið í sagnfræðinni en þetta auðvitað eitt af þeim málum sem ég myndi kannski vilja spyrja þig að þessu vegna þess að þetta kemur endalaust upp og það verður gaman að heyra hvað þú segir það. Það það hvernig getur háskólinn raunverulega betur eiginlega tekið það inn í svona sitt formlega skipulag að viðurkenna og ýta undir og styrkja þetta samtal við samfélagi sem að ég held að sé raunverulega miklu mikilvægara heldur en við gerum oft grein fyrir. Já. Vissulega, ég held að það gerir sér margir grein fyrir því að við stöndum núna ákveðnum vegamótum í hvað varðar svona hvatana sem hafa verið hér innan skólans. Það hafa verið mjög sterkir rannsóknarhvatar en við höfum dregið línuna kannski frekar þröngt í því hvernig við skilgreinum rannsóknir og hvernig við skilgreinum þá fræðilega starf sem hér unnið og sumum finnst að eigi fyrst og fremst að eiga sér stað í samræðum við akademískt samfélag erlendis og kollega okkar þar. En það er alveg rétt, ég held að þetta samtal það þarf að beinast ekki síður inn í samfélagið og mér finnst nú hugvísindasvið að mörguleyti vera staður þar sem við höfum marga möguleika vegna þess að við erum á þessum vegamótum og flestir sem starfa á hugvísindasviði eru annars vegar í einhvers konar samræðu við samfélagið hér á Íslandi og finna að þeir eru að sinna viðfangsefnum sem tengjast beint þessu samfélagi en jafnframt erum við með eitthvað glugga út í heim. Og ég segi gjarnan að því ég er nú sprottin upphaflega upp úr erlendu tungumálunum, var í B.A.-námi hér í þýsku og ensku, að mér finnst ekki síður erlendu tungumálin vera í mikilli samræðu við Ísland og það sé alveg gríðarlega mikilvægt að þau séu kennd hér sem flest eins og þú sagðir og því miður það eitt erfiðast á mínum ferli sem sviðsforseti var að horfa á það að missa tungum. Við mistum bæði finnsku og norsku á þessum tíma og því að við mistum þann styrk erlendis frá sem við höfðum og við höfum ekki fjárhagslegt bolmagn til að gera þetta sjálf það segir manni nú kannski að við þurfum meiri stuðning hérna innanlands og þá komum við að máli sem ég veit að þú hefur verið að kynna þér undanfarið og ég hef verið að glíma við öll þessi ár sem er það hvernig fjármagni ekki bara veitt til háskólans heldur hvernig því skipt innan háskólans eftir ákveðnum reikniflokkum sem manni finnst stundum hafa mjög lítið með akademískt starf að gera. Ég held að þetta verður eitt af mínum stóru verkefnum og það er ekki bara mitt verkefni, þetta eitthvað verkefni sem háskólinn held ég svona tilbúin til að ganga gegnum núna því að eftir hrunið og síðan hrunið var sem að gerist á skömmu. Þetta var svona ákveðið tækifæri sem hafði verið þannig 2008 sem eiginlega rann úr greipum
skólans bara einfallega vegna þess að það aðstæður voru þannig að þetta fyrst og næst við að reyna að halda skútun á floti og það voru svona plástrað hér og þar og þannig að svona fjárhagsleg hugsun stofnunarinnar er orðið svolítið óljós og það þarf svolítið að hugsa upp á nýtt að því að bakvið þær fjárveitingar sem að renna til verkefna innan skólans eru þetta ákveðnar pólitískar ákvarðanir, það eru teknar ákvarðanir það að fjármagna eitthvað en ekki fjármagna eitthvað annað og þessi svona, og má segja kannski að ákveðin svona lykil svið innan hugstafsviðs falla illa að því svona fjárhagslíkani sem að ríkið hefur byggt og það ekki síst á það við tungumálin en einnig lykilgrein eins og íslensku, ég held að það sé enginn sem að kemur nálægt þessari stofnun hvort sem að það eru utan í fjárveitingavaldi eða innan í skipulagi skólans sem að telur að það sé vænlegt að leggja niður kennslu og rannsóknir í íslensku. Það er auðvitað lykil fyrirbæri í starfi þessum skóla en það virðist ekki falla vel að þeim fjárhagsforsendum sem hér eru og það þarf einhvern veginn að bara taka það og leggja það upp á borðið að það eru hérna ákveðin verkefni sem við teljum að þurfi að vinna innan þessa sviðs og margra annara sviða. Þetta er ekki bara hugstæð sem við erum að berjast við. En þetta er mjög, ég horfa á þetta núna vegna þess að ég er búin að fara að ganga inn í þetta og það eru þannig ákveðin svið sem að virðast falla illa þessu líkani og það eru mörg þeirra lykilsviða sem við teljum hvað mikilvægast að þetta svið sinni og það á ekki síst þá við þessi svona kjarnasvið eins og saga og bókmenntir og mál Íslands sem er ekki sýnt neins staðar annars staðar í heiminum. Við erum eini háskólinn og eina stofnun í heimi sem að sinnir þessum rannsóknum sérstaklega. En síðan eru einnig erlend tungumál sem hér eru kennd sem ég held að sé alveg gríðarlega mikilvægt að við kennum áfram einfallega vegna þeirra samskipta sem smáþjóð hefur heiminn. Og þessi samkvæmt þessum fjárhagslíkunum sem við erum að búa við að þá eiga sumar þessara greina undir að sækja. Þannig að ég held að þetta verði eitthvað sem að kemur til með að verða svona, hvað ég segja, lykilverkefni mitt í framtíðinni að þá taka þátt í þeirri pólitísku ákvörðunum sem verða teknar það hvað eigum að gera, hvernig eigum að fjármagna þessar starfsemi, hvernig eigum við að láta þessar svona frekar tilviljunarkenndu forsendur ráða því hvað eigum að gera, forsendur fjárhagslíkana og svo framvegis. Já. Ég sammála því, mér finnst það vantar heila nýjar grunnforsendur í reksturinn sem það þarf að hugsa þetta svolítið á grunni. Hvert er verkefni háskólans bara í víðum skilningi og hvaða greinar á að kenna hérna og það þarf að skapa eitthvað konar grunn undir þessar greinar og síðan getur verið eitthvað sveigjanleiki í kerfinu en svo ég víki aftur að þessu með stöðu okkar á svona vegamótum Íslands samfélags og umheimsins að þá og að því að þú nefndir tungumálið að þá hef ég alltaf haft brennandi áhuga á því hvernig við erum þetta hlið það sem er umferð í báðar áttir og að mér finnst vera það og ég hef skynjað það mjög mikið þessi ára það er heilmikið það er álag á okkur það er þrýstingur meðal annars vegna þess að þessi krafist að fólk sé að vinna fræðistörf bæði á íslensku og á erlendum málum og sérstaklega þó ensku. Og ég hef brugðist við með því að segja við verðum bara að gera hvort tveggja. Og við verðum eiginlega að geta unnið þannig úr rannsóknum okkar og því sem við erum hér að kenna og hugsa að við séum bæði í samræði við umheiminn og við Íslands samfélag. Og ég held að heimspekin hafi í raun og veru algjörlega sannað þetta síðustu áratugina. Hér hefur verið hreinlega þróuð íslensk heimspeki á tiltölulega fáum áratugum og þó að hafi verið á fyrirrennarins Ágústa Bjarnason þá er það frá og með Páli Skúlasyni og kollegum sem hér verður öflug háskólagrein sem að tjáir sig bæði á íslensku og síðan á ensku og kannski einhverjum öðrum erlendum tungumálum og þarna finnst mér að vera svo mikil frjálsemi og svo mikil uppspretta og svo mörg tækifæri sem við eigum. Og það er náttúrulega líka spurning hvort samfélagi vil nýta sér þessi tækifæri. Já, ég held að samfélagið
nýti sér þau hvort sem það vill það eða vill það ekki. Og það auðvitað hluti af þessari samræðu sem að svið eins og okkar hefur átt við, vegna þess að við höfum alltaf tekið þetta hlutverk alveg frá því að háskólinn stofnaður 1911, þá hefur þetta verið metnaður háskólans að vinna með vísindi á íslensku, ekki vegna þess að við viljum loka okkur að byggja Kínamúra við umheiminn eins og Bjarni Olsen benti á í sinni fyrstu ræðu hér þegar háskólinn var settur fyrsta sinn 17. júní 1911. Þá varaði hann við því að við byggðum Kínamúra á milli Íslands og umheimsins. Háskólinn átti að búa í, eins og hann kallaði það, res publica scientiarum, eða sem sagt í lýðveldi vísindanna, sem hann sá sem alþjóðleg, en leið þá ræddi hann mikilvægi þess að við ekki bara ræktum sambandi við samfélagi kringum okkur, heldur veittum þá hugmyndum inn í samfélagi sem að koma utanfrá. Þannig að við erum, svo segir, við erum svona á þessum ákveðnu vegamótum, við erum ákveðni líka túlkar sem erum að túlka þessa strauma vegna þess að straumandir eru alþjóðlegir, augljóslega. En við vitum það að menningin er ávallt líka staðbundin. Leið og menningin er alþjóðlega, þá er hún líka staðbundin. Þú nú unnið við þýðingar, við þýða Kafka á íslensku, og Kafka er auðvitað mjög menningarlega, hvað maður segja, hann er mjög menningarlega sérmarkaður. Hann er sem sagt gyðingur, þýskumælandi gyðingur í núverandi sem við köllum núna Tékkland. Þannig að hann bjó í menningarheimi sem að mörgur er ekki til lengur vegna þess að nú en það verið að þýða hann yfir á íslensku vegna þess að hann er hluti af þessum stærri menningarheimi sem við tilherum og ég held að það sé mörgur leyti lýsandi fyrir það hvað við gerum, að við erum muna það líka að í þýðingum felst þýðing er ekki bara eitthvað sem tölvuforrit gera, þýðing er líka túlkun, þýðing er sköpun og þessi sköpun ef hún gerist ekki þá deyr íslensk menning. Það má eiginlega segja, íslensk menning er bókstaflega á ákveðnum menningarmærum núna, en það er eiginlega nákvæmlega sá staður sem við höfum verið á í hugvísindunum við Háskóla Íslands. Þannig að það er einhvern veginn veruleiki sem við verðum svolítið að taka utanum og glíma við og blómstra í, ekki satt? Vissulega og ég held að, og það hefur raunlega, ég held að á þessum síðustu 7,5 ári síðan að hugvísindasviðið var til, að þá held ég að við höfum sannað okkur alla rækilega í því að það eru stundað mjög öflugar rannsóknir á þessu sviði sem eru með því sterkasta sem að gerist innan þessa skóla og þessar rannsóknir bera vottum einmitt þetta túlkunarhlutverk, þetta svona samskiptahlutverk sem við erum í á milli Íslands og umheimsins og ég held að það sé kannski sem mörguleiti það líkilhlutverk sem að við komum til að leika, við leikið í fortíðinu og komum til að leika í framtíðinu og það verður held ég aldrei að vera sífellt mikilvægara vegna þess að kannski vegna þess hvað heimsmyndin hefur breyst og það og kannski við með fall Berlínarmúrsins og upplausn eftir þeim verður eftir kalda stríðinu lauk þá erum við svona meira á floti. Ísland er smáþjóð, eyþjóð, mitt á milli Evrópu og Bandaríkjanna og það er mjög mikilvægt að slík þjóð svona sinni svona sínum samskiptum við og þá held ég að það sem við erum að gera, það sé gegnum það lykilhlutverk. Þá er ekki verið að næsti siðsforseti sé sérfræðingur í þjóðernismálum. Já, eða fyrirverandi í þýðingum. Gangi þið vel Guðmundur í starfinu. Og ég þakka fyrir samstarfi og við eigum eftir að vinna vel saman vona ég áfram því að ég eins og við höfum alltaf gert. Leitið þið biskupinn.